Voruð þið að hugsa hvað einhver aumur hamborgarasali að gera með pólfara og fjallgöngugarpi? Jú, við ætlum að fara í fjallgöngu. Við ætlum að smakka fyrsta Vilborgaran upp á þaki á Höfðatorgi. Hann 20 hæðir. Hamborgari? Já, með 20-faldur hamborgari. Það 20 hæðir í turninum og við ætlum að fara að stega. Þetta verður mikið challenge. Já, Einhver svona tricks, einhver leyndarmál sem við þurfum að hafa í huga. Bara við förum að stað. En við séum þessu hamborgaran. Já, sjá hann fyrir sér. Sjá hamborgaran fyrir sér. Hann og markmiðið. verðlaun. Af því að maður alltaf verðlaunum sem þegar maður nær markmiðunum sín. Þannig upp á toppi býður okkar indverskur hamborgari, Vilborgarinn. Það eru verðlaun. Leggjum við að brattan. Nú erum við komin svona nokkurn veginn hálfarlega á toppinn. Þetta ekkert grín sko, ég þarf að sagt eitthvað það. Stretch out your arms. Hingað erum við komin Vilborg. Náðum markmiðum okkar. Hérna Vilborgarinn, indverskur borgari. Vilborg komst í tengingu við indverska matargerð út í Nepal. Það var eina skilur sem þú settir, var að borgarinn indverskur. Já, mér finnst það svona með indversku þema. Það líka uppáhaldsmatur minn. Svona indverskur matur. Svona Indian, já. Og við fengum æðislegan kokk til að setja þetta saman fyrir okkur. Þannig að hér erum við með papadums. Við erum með sérstaklega indverska marinering á kjötinu. Við erum með mango chutney sem við smyrjum inn í brauðið. Sósan eitthvað sem við erum áskaplega hrifnir af líka. Þetta döðlu og spínatsósa sem líka á borgaranum. Og sæta kartöflur. Og hér hann rjúkandi heitur í 5 stiga gati. Já, sturla. Sturla. Hefur við ekki bara smakkað? Það